Sigmundur Davíð, þið Framsóknarmenn, þið teljið ykkur vera búin að finna peninga uppsprettu sem þið ætlið að nota til þess að færa niður skuldir heimilanna. Ekki miklu skynsamlegra að nota hana, ef hægt til þess að færa niður skuldir ríkissjóðs? Sem betur fer hefur umræðan þetta þróast á þann veg að menn eru þó farnir að ræða þetta, hvernig eigi að nýta þetta svigrúm en ekki ræða hvort að svigrúmið sé yfir höfuð til. Ég hafði skýran fyrirvara á því, ef hægt Nei, ég að segja hvernig umræðan hefur þróast. Ég ekki að vísa í það hvernig þú orðaði spurninguna. Umræðan hefur þróast þennan veg vegna þess að það liggur alveg ljóst fyrir að þetta til staðar og það þarf að skapa þetta svigrúm til þess að hægt sé að afnema höftin og koma á eðlilegu ástandi í íslensku efnahagslífi. En hvort skynsamlegra að nota þetta til þess að borga niður skuldir heimila eða skuldir ríkissjóðs? Í fyrsta lagi verðum við að líta til þess hvaða fjármagn þarna að ræða. Það að ræða fjármagn, afganginn af því sem að... Þetta einföld spurning, hvort skynsamlegra? Þetta nefnilega ekki einföld spurning, það þarf að útskýra hana, það þarf að rökstyðja hana og ef þú vilt fá svar þá verður lögum að gera það. Það þarf að líta til þess hvernig þetta fjármagn var til. Það orðið til meðal annars vegna þess að neyðarlögunum var beitt til þess að verja hér eignir, þá komið til móts við eignarhliðina þar. Það ekki enn búið að klára það dæmi með því að huga skuldarhliðinni. Svoleiðis að skuldsett heimili hafa borið kostnaðinn af efnahagshruninu af fullum þunga. Þegar kemur þó að því að gera upp þessi þrotabú, sem í rauninni ekki eiginleg þrotabú, það ekki búið að setja gömlu bankana í þrot, þegar kemur að því að gera þetta upp, þá hljótu við að líta svo á að þessi heimili eigi forgangskröfu í það. En það líka efnahagslega æskilegt, vegna þess að hverjir munu borga þessar skuldir ríkisins. Það eru íslensk heimili. Íslensk heimili verða þess að vera í stakk búin til þess að vera þáttakendur í efnahagslífinu, til þess að við getum byggt hér upp það efnahagslíf sem að þarf að vera til staðar til að við getum framleitt verðmætin sem við þurfum til þess að gera Ísland að sjálfbæru landi efnahagslega. Það líka íslensk heimili sem borga vextina af skuldum ríkissjóðs. Hvort skynsamlegra að nota þessa peninga til þess að borga niður skuldir heimilanna eða ríkissjóðs? Við verðum að byrja á heimilunum. Heimilin eru grunnur allsins, en hafðu líka í huga að þessi umræða losun haftana samhliða því að vogunarsjóðirnir geti dregið hluta fjármagni sínu héðan út snýst það að þeir komist þá úr landi með það magn af gjaldeyri sem hægt að heimila að renna úr landinu. Hér verða eftir íslenskar eignir, fyrst og fremst. Og þessar íslensku eignir duga ekki til þess að borga erlendar skuldir ríkisins. En gleyma þessu nefnilega oft að aðalvandamálið það að Ísland skuldar allt of mikið í erlendri mynt. Og það leysum við ekki öðruvísin en með því að framleiða meiri verðmæti, sérstaklega útflutningsverðmæti, spara gjaldeyri líka. En til þess að við getum framleitt meira, þá verður efnahagskerfið að virka og efnahagskerfið lands virkar ekki ef að heimilin virka ekki. Þetta hafa nokkrir kunnir Nóbelsverðlauna hagfræðingar verið að útskýra á undanförnum árum og hefur komið inn í umræðuna hér heima sem betur fer.